Reykjavík, velkomin til Spánar. Í dag erum við í 25 stiga hita og það er þriðjudagur og þetta er dagur númer 2. Í dag langar mig að velta aðeins fyrir mér nokkrum atriðum og það er sjúkraþjálfun. Hvernig er staðan á sjúkraþjálfun og hvernig er staðan á meiðslum leikmanna í dag? Ég fór að ræddi við þá sem eru svona aðeins hnjaskaðir, Sólon og Glenn, og síðan ræddi ég við hann Elvar, sjúkraþjálfara hjá okkur sem er með okkur hérna í ferðinni. Við skulum hlusta á þá. Herri, ég er með táknum liðbönd í öklanum. Já, og hvernig fékkstu það? Ég var á æfingu með öðrum flokk fyrir leik í síðustu viku og var að taka stefnubreytingu og sneri mig. Já, og hvað heldur þú að vera lengi svona í þessu? Ég fór til læknis í síðustu viku og hann sagði að þetta væri svona 3 vikur ef það væri duglegur að hvíla. Þannig að þú ert eiginlega bara hér í umsjá sjúkraþjálfara og svo ertu bara að tana þig alveg í drasl. Ég segi það, já. Elvar að sjá mjög vel um mig. Við erum að taka kóraæfingar og bara uppbyggjandi í ári líka með hann. Okay. Gangi þér allt í hagi með þetta, kallinn minn. Okay. Tell me, Glenn, Elvar told me that you have some injuries. Is it serious? It's not that serious, you know, but it's something that I have to be careful with. You know, it's my knee. It happened in the last game, so I'm just making sure that I give it the right treatment and the right rest. So, being so close to the season, you don't want to take any chances right now. How do you feel inside Breiðablik? Oh, it's fantastic, you know. Ever since last year when I first came, the group, the guys, you know, it's carried over into this preseason. I look forward to the season coming up, and I think we have a lot of positive to look forward to. Are you happy with the condition here in Spain? Am I happy? It's fantastic. You know, it's great facilities, great food, you know, and great weather. So it's perfect. It's just like home. Yeah, absolutely. Sæll Ólafur, hvernig er staðan á þér? Hún er bara mun betri. Ég er náttúrulega ekki búinn að vera með síðan bara ég var með landsliðinu í Pólandi og Slóvakíu, en þarna ég er aðeins byrjað að æfa og æfði meira sem með stelpunum fyrir sveifingum. Mjög gaman og þakklátur fyrir að þær leyfa mér að vera með. Og ég er búinn að vera komin í gang og var með strákurum í síðustu viku fyrir ferð. Við erum búin að vera núna á öllum æfingunum. Þannig ég er svona ennþá komin í gang og skiptir bara máli að ég fari ekki of hratt af stað. Ég er búinn að fá oft þessa spurningu, hvað var að hrjá þig? Það er góð spurning. Ég hef ekki 100% sjálfur viss á því, en læknirinn sagði að þetta væri eitthvað beinmar, en það er ekki rétt. Hann vildi bara fara í uppskurð og sterasprautu og aðgerð eftir tímabil, en það er bara ekki rétt. Þannig þetta var eiginlega bara bólgur og álagsmeiðsli í nárunum sem tengist aftan í læri. Og það er svona, ég veit ekki hvað þetta orðað sem tognun, en það er svona allavega vægt eitthvað að ég bara höndlaði ekki álegið og verkurinn var þar. Þannig það er eiginlega það sem var það. Þú ert komin á stað aftur og bara fínt og bara gleði efni? Já, algjörlega. Mér líður svakalega vel að koma aftur á völlinn og þetta er það skemmtilega sem maður gerir. Þannig þetta voru erfiðir mánuðir, en maður hélt hausnum niður á jörðinni og það er það besta við meiðslinn og fótbolta að maður hefur trú á því sem maður er að gera. Og þessi tími hann gengur yfir. Þannig mér líður svakalega vel í augnablikinu og gott að vera í sólinni að byrja almennilega. Takk fyrir þetta. Set it.